Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar fjársvikamál þar sem grunur leikur á að 5 menn hafi nýtt sér veikleika hjá reiknistofu bankanna til að stela 400 milljónum króna úr bönkum. Miðflokkurinn bætir við sig nærri 5% stigum og 3 þingmönnum samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Stjórnarandstaðan segir húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar ekki leysa bráðavanda á markaði. Lögregla og her Tansaníu eru sökuð að hafa barið niður mótmæli með harðri hendi og drepið 100 mótmælenda. Þeir telja brögð hafa verið í tafli í kosningunum á dögunum. Foreldrar langveikra barna enda oft utan vinnumarkaðar og verða jafnvel öryrkjar vegna örmögnunar samkvæmt rannsókn sálfræðings sem sjálf hefur verið í þessum sporum. Metfjöldi hefur kosið utan kjörfundar í borgarstjórnarkosningum í New York. Hinn 34 ára gamli Zohran Mamdani leiðir enn samkvæmt könnunum. Fyrsta undankvöldi í skrekk-hæfileikakeppni grunnskóla Reykjavíkurborgar í kvöld. Þetta í 35. árið sem skrekkur haldinn og það viðbúið að það verið brjálastuð hér í kvöld. Komiði sæl. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 5 manns í tengslu við rannsókn á stórtæku fjársvikamáli helgina. Mennirnir eru grunaðir að hafa nýtt sér kerfisgalla til að svíkja allt að 400 milljónir króna út úr fjármálastofnunum. Lögregla hefur lagt hald á fjármuni í formi rafmyntar, bifreiða og seðla. Fjárglæframennirnir nýttu sér kerfisgalla til að svíkja fé af fjármálastofnunum en við uppfærslu á kerfum hjá reiknistofu bankana skapaðist veikleiki sem var til þess að við tilteknar aðstæður gátu þeir millifært fjármuni af eigin reikningum án þess að inneign væri til staðar. Málið uppgötvaðist hjá Landsbankanum á föstudag en kom á borð lögreglu á laugardag. Lögreglan fór fram á gæsluvarðhald yfir 5 manns en héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði gæsluvarðhaldsbeiðni yfir þeim. Þeim úrskurði hefur verið áfrýjað til Landsréttar. Mennirnir voru aftur á móti úrskurðaðir í farbann. Þetta staðfestir Stefán Örn Arnarsson, aðstóðar yfirlögregluþjónn. Lögreglan telur að mennirnir gætu hafa náð að stela allt að 400 milljónum króna. Samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum gæti tjón bankans numið 200 milljónum króna. Hjá Arion banka var eitt tilvik þar sem sviknar voru út rúmar 10 milljónir króna. Íslandsbanki virðist ekki hafa orðið fyrir tjóni. Samkvæmt upplýsingum frá reiknistofu bankana, Arion banka og Landsbanka eru hinir grunuðu ekki starfsmenn. Miðflokkurinn bætir við sig töluverðu fylgi samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup og fengi 3 þingmenn til viðbótar yrði kosið nú. Samfylking og Sjálfstæðisflokkur dala lítillega. Samfylkingin mælist enn stærsti flokkurinn með 31,9% af fylgi, dalar tæp 2% stig frá síðustu könnun í september, sem sama fylgistap og hjá næstasta flokknum Sjálfstæðisflokknum, sem mælist með 17,6%. Hástökkvarinn í könnuninni Miðflokkurinn, sem samkvæmt henni 3. stærsti flokkurinn, með 16,3% af fylgi og bætir rúmlega 4% stigum við sig frá síðustu könnun. Viðreisn eykur fylgi sitt tæpt prósentustig og fær 13,5%, en flokkur fólksins tapar hins vegar prósentustigi og fær 5,9%. Fylgi Framsóknarflokksins breytist nánast ekkert og 5,5%. Píratar mælast með 3,9% og Vinstri græn með 2,6%, prósentustigi minna en síðast. Eru þetta úrslit kosningana fengi Samfylkingin 23 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn 12 og Miðflokkurinn 11 og bætti við sig 3. Viðreisn fengi 9 þingmenn, flokkur fólksins 4, Framsókn 3 og Píratar næðu inn manni. Stuðningur við ríkisstjórnina helst nánast óbreyttur eða 61%. Könnunin var gerð dagana 1. október til 2. nóvember. Nánar má lesa framkvæmd hennar á ruv.is. Baldvin, þið ætlaði að rýna þessi þessa niðurstöður í Kastljósinu í kvöld, ekki? Jú, það má kannski segja það að það sé ákveðin svona samkvæmisleikur að kafa of mikið ofan í kjördæmin því að á bakvið breytingaflokkana þá geta verið mjög fá atkvæði sem að skipta miklu máli. En svona eitt af því sem hefur vakið athygli að til að mynda gengi Sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi, það er ekki sérstaklega gott. Við ætla að fá til mín varaformann flokksins og leiðtoga flokksins í kjördæminu, Jens Garðar Helgason. Og svo kemur líka Sigríður Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins. Flokkurinn er á mikilli siglingu og hún getur kannski skýrt fyrir okkur sérstaklega gott gengið í landsbyggðarkjördæminu, hvort það til dæmis
mjög hörð afstaða í útlendinga og Evrópumálum sem að skipta það miklu máli. Einmitt. Fylgjumst með þessum umræðum hér rétt á eftir. Og meira af pólitík því þingfundir hófust að 9 í dag eftir hlé vegna þings Norðurlandaráðs. Magnús Geir Eyjólfsson, hvað brann helst á þingmönnum á Alþingi í dag? Já, það voru húsnæðismálin eða öllu heldur húsnæðispakkin sem ríkisstjórnin kynnti í síðustu vikum. Þar þykir stjórnarandstöðunni ekki nóg að gert og það er Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Inga Sæland, ráðherra húsnæðismála. Þær máttu hafa sig alla við að svara fyrirspurnum sem að þeim var beint. Ef við byrjum á þér, Guðrún, þú segir að það skorti bráða aðgerðir í bakkan. Hvaða aðgerðir? Já, ég hef sagt það að mér þykir þessi húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar frekar rýr og hann felur í sér aukin útgjöld og aukna skatta á landsmenn alla og það eru þarna nokkur atriði sem við fögnum eins og einföldun regluvers og séreignarsparnaðurinn en ég hefði viljað sjá og það eru aðgerðir sem að ríkisstjórnin hefði geta gripið strax til. Það er til dæmis að hækka virðisauka á endurgreiðslu á vinnu og byggingarstað. Afnema stimpilgjöld við íbúðakaup einstaklinga og svo mætti lengi telja og svo líka hækka fjárhæðamörk séreignarsparnaðar og lengja í þeim tíma. Þetta eru aðgerðir sem hefði verið hægt að fara strax í. Sigur Ingi, með ykkar fyrirspurn í dag, þá eru þið ekki rosalega óánægð með að pakka það? Sko, allar góðu tillögurnar sem voru í pakkanum eru sprotnar upp úr húsnæðisstefnu sem voru samþykktar í tíð okkar í ríkisstjórn. Og við lögðum fram, fyrstu húsnæðisstefnu sem hefur lögð fram. Vondu tillögurnar Airbnb-skattinn á landsbyggðarfólk, skattahækkanir á þá sem eru með leiguíbúðir eða sölu á öðrum heimilum, sameining HMS og skipulagsstofnunar, það er allt frá þeim komið og ekkert af þeim tillögum hjálpar nokkuð skapaðan hlut við að laga ástandið á fasteignalánamarkaði eða fjölga íbúðum þvert á móti. Bergþór, þið gagnrýnduð í dag að þarna skorti úrræði fyrir ungt fólk. Hvaða aðgerðir þarf ungt fólk í dag? Já, kannski fyrst að segja að það er ánægilegt að nú sé gert svona til þess að gera varanlegt úrræði sem að kom inn í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar á sínum tíma varðandi séreignarsparnaðinn. En hvað skammtíma úrræðin varðar, þá eru þetta markaðurinn botnfrosinn, sérstaklega hvað ungt fólk og fyrstu kaupendur varðar. Og þessar aðgerðir lútað allt á miklu leyti að mínum að því að svona áhalda áfram að hækka hlutfall leiguliða hér á landinu á meðan menn raunverulega vilja búa í eigin húsnæði. Það er jákvætt að nú að gera allu að því að leggja einfalda regluverk. Það hefur nú verið reynt margoft áður og síðan ég hefði viljað sjá að menn myndu vinda ofan að þeirri ákvörðun sem tekin var á síðasta kjörtímabili að lækka endurgreiðslu hlutfall virðisaukaskatts. Við Miðflokknum bentum á að það væri óskynsamlegt og það er komið á daginn. Takk fyrir það, Bergþór. Já, þetta var gagnrýni stjórnarandstöðunnar sem á örugglega eftir að óma eitthvað áfram en þessu er lokið á Alþingi. Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Og þá skiptum við yfir í myndverið hér við hliðina á. Þið ætlið að vera á svipuðum nótum og þingmenn og ræða húsnæðismarkaðinn í Silfrinu í kvöld, er það ekki, Valgeir? Jú, það eru stórar spurningar á húsnæðismarkaðinum. Hvernig getur ríkisstjórnin eytt óvissu í lánamálum eftir dóm Hæstaréttar og hvaða áhrif mun húsnæðispakkin sem var rætt hérna áðan hafa og svo hvernig ætlar Reykjavíkurborg að laða fjárfesta til að byggja upp grunninnviði í boðuðu hverfi í Úlfarsárdal. Hingað koma Wolfgang Mixa, lektor, Sigurður Hannesson frá samtökum iðnaðarins, Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður skipulagsráðs Reykjavíkur og Halla Gunnarsdóttir, formaður VR Silfrið eftir skamma stund. Takk fyrir þetta, Valgeir Örn. Og þá ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Sálfræðingur sem hefur rannsakað örmögnun foreldra langveikra barna segir þá oft enda utan vinnumarkaðar og verða jafnvel öryrkjar. Hún hefur sjálf verið í þessum sporum og segir mikilvægt að haldið sér betur utan þennan hóp. Benjamin Nökkvi fæddist 28. júlí árið 2003. Tæplega 10 vikna greindist hann með ungbarna bráða hvítblæði, sjaldgæfa tegund krabbameins sem markaði líf hans og fjölskyldu, allt þar til hann lést árið 2015, rúmlega 12 ára gamall. Móðir Benjamins segir greininguna hafa verið mikið áfall. Það hafi einnig tekið á hversu litla þjónustu og aðstoð fjölskyldan hafi fengið. Ég hugsaði bara, og hvað er sálfræðingurinn hérna? Við erum að barn okkar að greinast með krabbamein, aftekið með prestur og teymið okkur og svona félagsráðgjafi, en þú veist, faglega sjálfur mitt var alveg bara, byrju hvað? Þannig að ég náttúrulega fór að dutta í því þarna 2005 og fór að tala við alla bara yfirmenn á Landspítalanum og kom í ljós að það var til eitthvað teymi einhvers staðar sem enginn vissi hvar var eitthvað.
Eygló sem sálfræðingur að mennt segir að engar rannsóknir hafi verið til á þessum tíma, hvorki hér á landi né erlendis, langtíma áhrif á foreldra langveikra barna. Hún hafi því ákveðið að leggjast í rannsókn í doktorsnámi sínu þar sem hún kannaði stig örmögnunar hjá foreldrum barna með krabbamein. Hún segir niðurstöðurnar sláandi. Það taki foreldra barna með krabbamein tæplega 10 ár að komast úr örmögnunar ástandi yfir á sama stig og foreldrar heilbrigðra barna. Það rosalega langur tími. Þannig að þið geti ímyndið ykkur þar sem fólk heldur að eftir meðferðarlok til dæmis að þá sé allir bara æðislega glaður og allt æðislegt, þá fyrst fer maður að hrynja sko. Að því þangað til stendur bara í lappirnar. Örmögnun sé stór þáttur í að foreldrar langveikra barna endi utan vinnumarkaðar og jafnvel sem öryrkjar. Þeir séu líka í meiri hættu á að þróa með sér veikindi allt frá vefjagigt til krabbameins. Eygló í þeim hópi en hún greindist með sjaldgæft krabbamein í febrúar. Ég bara þróa með mér ofnæmi fyrir alls konar og sumt sem ekki vitað. Eitthvað sem ég bara eins og frunsukrem sem ég hafði notað áður en líkaminn þoldi ekki. Þannig að fyrir mig þetta bara líkaminn að þú veist, ónæmiskerfið mitt bara hrundi. Eygló hefur verið á endurhæfingarlífeyri í tæplega 1,5 ár og sér ekki fyrir sér að geta sinnt fullu starfi í framtíðinni. Hún segir lítið hafa breyst í málaflokknum á síðustu árum og biðlar til stjórnvalda að opna augun fyrir vandanum og setja meira fjármagn í málaflokkin. Það ódýrara til lengri tíma litið, svo ég bara sem að síðan komin á einhvern endurhæfingarlífeyri og þar og búin að, verið á spítala bara einhverju legnámi 3 vikur, hvað öll mín veikindi til dæmis hafi kostað. Það uppi staðið þó einhver myndi segja að þetta allt og dýrt, eitthvað flati fla, já það verður ógeðslega dýrt til að byrja með. En eftir 10 ár trúðu mér, bæðast með fleiri lífandi foreldra. Þannig að börnin sem voru langveik og systkinin og annað mögulega, þau eiga ennþá báðu foreldran sína, ef við ætlum alveg að vera dramatísk sko. Og við erum kannski bara með betur fungerandi einstaklinga sem einmitt þurfa ekki að fara út af vinnumarkað, þurfa ekki að hætta að vinna, þurfa ekki, þetta bara heilsu og hagfræði, bara 101 sko, fyrir mér. Og það út í heim. Forseti Tansaníu var settur í embætti í dag í skugga mikilla mótmæla síðustu daga. Helstu keppinautum var ekki leyft að bjóða sig fram og stjórnarandstaðan segir öryggissveitir hafa drepið hátt í 800 mótmælendur. Forsetinn Samia Suluhu Hassan hóf annað kjörtímabil sitt í dag. Yfirvöld segja hann að hafa fengið 98% atkvæða í kosningum á fimmtudag. Einn helsti keppinautur hennar var fangelsaður og öðrum var bannað að bjóða sig fram. Mótmæli brutust út eftir kosningarnar og segir fólk að svik hafi verið í tafli. Þetta hafi ekki verið kosningar, heldur krýning. Rais ambaye tunaye madarakani yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele wakati anaingia 2020 alikuta maafa ni makubwa hasa uchaguzi wa mapema uliopita na miongoni mwa kasoro ambazo walizungumza atarekebisha ni dosari ya kura za mapema. Kosningaeftirlitsmenn frá nágrannaríkjunum sendu frá sér skýrslu í dag þar sem segir að fólki hafi ekki verið leyft að greiða atkvæði á lýðræðislegan hátt. Bæði kjósendum og stjórnarandstöðinni hafi verið hótað. Mannránum á fólki í stjórnarandstöðu hefur fjölgað síðan Hassan tók við völdum og eru þau orðin yfir 100. Þá segja eftirlitsmenn að ólöglegum kjörseðlum hafi verið tróðið í kjörkassa og að sumir kjósendur hafi kosið oftar en einu sinni. Her Tansaníu og lögregla hafa sýnt mótmælendum mikla hörku og segir stjórnarandstaðan að 800 hafi verið drepnir. We urge the authorities to fully uphold Tanzania's obligations under international human rights law. They must promptly reinstate access to the internet and facilitate citizens' full enjoyment of the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly. Curtailment of communication will only further undermine public trust in the electoral process. Tansanía í austurhluta Afríku og þar býr rúm 71 milljón manna. Fjöldi ferðamanna heimsækir landið ár hvert og þar hæsta fjall Afríku, Kilimanjaro. Í fyrsta sinn meðferð við spilafíkn meðal samningsatriða Sjúkratrygginga Íslands og SÁÁ. Heilbrigðisráðherra segir siðferðislega rangt að græða á atvinnugrein eins og fjárhættuspili sem geti haft mjög alvarlegar afleiðingar.
Undanfarið hefur verið fjallað spilafíkn og vandann sem henni fylgir. Í Kveik kom fram að Íslendingar eyða 36 milljónum króna á þessu ári á erlendum veðmálasíðum og á RÚV í síðustu viku var viðtal við systur og föður manns á fertugsaldri sem svipti sig lífi eftir að árabil verið haldin spilafíkn. Þau gagnrýndu úrræðaleysi. Heilbrigðisráðherra segir SÁÁ bjóð upp á meðferðargöngudeild bæði grunn- og framhaldsmeðferð. Í alvarlegustu tilvikunum sé fólk lagt inn, oft vegna áfengisfíknar, en í 10% tilvika fylgi spilafíkn. Alma segist ekki af upplýsingar að biðlisti sé í meðferð við spilafíkn og að sérfræðingar á þessu sviði hafi áhyggjur af því að fólk leiti sér ekki aðstoðar því skömm fylgi þessari fíkn enn, líkt og áður var með áfengissýki. Það jú talað að kannski alltaf 1% þjóðarinnar sé með spilafíkn en það fjarri því að sá fjöldi leiti sér aðstoðar. Heilbrigðisráðherra segir SÁÁ hafa notað sjálfsaflafé til að veita þessa þjónustu en nú í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands sé gert ráð fyrir aðkomu ríkisins. Og þar inn í svokölluðum samningsmarkmiðum sem að heilbrigðisráðuneyti setur meðferð við spilafíkn. Hún segir spilafíkn stórt samfélagslegt mál og lýðheilsumál og textamyndin sé sjálfsvíg. Samkvæmt dönskum tölum sé helmingur þeirra sem leita sér aðstoðar á aldrinum 18-25 ára og þar eru karlmenn í meirihluta og af þeim höfðum 20% þegar reynt sjálfsvíg. Starfsemi veðmálasíðnanna ólögleg hér á landi og Alma segir að erfitt sé að fylgjast með þeirri lögleysu og grípa verði til einhverra ráða. Það sé á borði dómsmálaráðherra. Ekki sé siðferðilega rétt að hafa tekjulinda grein sem gerur út á fíkn sem geti haft svo alvarlegar afleiðingar. Mér finnst það ekki og auðvitað ég sem heilbrigðisráðherra horfi fyrst og fremst á afleiðingarnar og að við þurfum að gera allt sem mögulegt til að minnka þær og við vitum til dæmis þegar kemur áfengisfíkn að aðgengi skiptir þar gríðarlegu máli. Spenna í loftinu í New York fyrir borgarstjórnarkosningar á morgun. 5 sinnum fleiri hafa kosið utan kjörfundar en fyrir síðustu kosningar. Forskotins 34 ára Zorans Mamdanis hefur minnkað síðustu daga samkvæmt könnunum. Hann mælist með 6-7% meira fylgi en Andrew Cuomo fyrrum ríkisstjóri. Mamdani af úgönskum og indverskum uppruna ef hann nær kjörið en yngsti borgarstjóri New York í seinni tíð og sá fyrsti sem múslimi. Fjórðungur borgarbúa á erfitt með hann á endum saman. Mamdani boðar ókeypis leikskóla og strætó og þak á leiguverð. And when we launched this campaign 1 year and 3 days ago, we were dismissed as a punchline in the halls of power. The idea of fundamentally changing who government serves in this city was unimaginable. Even if we gained momentum, they asked, how would we ever overcome the tens of millions of dollars in attacks that would follow? Yet we knew then what we know now. New York is not for sale. I think it's a good choice for basically balancing the wind coming from the White House and going a little towards the left. We cannot have city-run grocery stores. He's a 33-year-old who has no experience, and here this is the most important city in the world. Velkomin Bryndís Ísfold, þú ert nýkomin frá New York þar sem þú sótti meðalans framboðsfundi hjá Mamdani. Hann var nú tiltölulega óþekktur fyrir stuttu síðan. Hvernig tókst honum að koma sér svona rækilega á kortið? Já, það þetta kraftur samfélagsmiðlana. Hann hefur nýtt sér það mjög vel en hann var bara réttu með 1%, mældist með 1% bara í byrjun árs. Hann auðvitað óhefbundinn frambjóðandi. Hann ólíkur þessum hefbundnu frambjóðandum til borgarstjóra og en hann líka mjög sjarmerandi og svona óheflaður og kemur svolítið til dyrana eins og hann klæddur. En það kannski fyrst og fremst skilaboðin sem að ná í gegn og hann að svara kalli borgarbúa sem að þykir leigan vera mjög há, hún það, hún 500.000 fyrir einsherbergja íbúð, bara sem dæmi, íslenskra króna. En hann stígur fram með gríðarlega svona öfluga sósíalíska vinstrisinnaða stefnu og skilgreinir sig sem sósíaldemókrata
og það vekur athygli, sérstaklega í Ameríku. Já. Þannig, en svo hann ekki alveg óumdeildur og meðal annars innan síns eigins flokks. Af hverju það? Já, það þetta, fólk ekki alveg veist í hvað átt demókratar hafa verið að velta í hvað átt að stíga, hvort þau hafa farið til hægri eða vinstri og til að mæta Trump og sumir óttast það ef það verður mikil vinstri sveifla að það gangi kannski í New York en ekki alls staðar annars staðar. En hann auðvitað mjög mikil andstæða við Trump, hann raunur allt sem Trump ekki, þó við séum báðir frá New York. Svo hefur honum verið gert upp alls konar hugmyndir og skoðanir bara af því að hann útlendingur og múslimstrúar, þannig að það mikil herferð gegn honum og mikil peningar settir í neikvæða herferðir og hann vil líka skattleggja þá ríku og stórfyrirtækin og það ekki vinsælt alls staðar. Einmitt. Aðeins í lokinu, þessar kosningar hafa vakið óvenju mikla athygli eins og við heyrðum að það utan kjörfundar atkvæði meiri en oft áður. Getur það gefið eitthvað vísbendingu hvernig þetta fer á morgun? Já, það getur gert það. Það hafa verið tiltölulega margir ungir kjósendur að kjósa utan kjörfundar sem að þykir vísbendingum að það svona eykur líkurnar að Mondamni klári þessar kosningar. Hins vegar að þá hafa kannanir sýnt að það að draga saman núna síðustu daga en það ennþá 7% stigs munur á síðustu könnun. Auðvitað getur allt gerst en að öllum líkindum verður næsti borgarstjóri New York borgar 34 ára. Já, sjáum hvað setur á morgun. Takk fyrir komuna, Bryndís. Takk. Vinsældir Bjarna Safarís við landamæri Finnlands og Rússlands hafa aukist undanfarið. Spennan við að vera svo nærri landamærum Rússlands engu minna aðdráttarafl en nálæðin við Birnina. Enn einn hópur gerir sig ferðbúinn, sumir vel vopnaðir. Gangan nokkuð löng skógarþyknið. 300 kiloinen karhu kävelen, niin se on viime yönä tämäkin on nyt rikko. Okay. Se on ihan tuore. Ummerkin eru augljós. Pennunjälki, se on jo nú iso. Á langri leið að Bjarnarslóðum bregður ýmsu öðru fyrir, til dæmis sjást íkornar og fuglar. En það ekki aðeins lífríkið og náttúrufegurðin sem trekkir að. I just made a walk to the border to see the signs. It's also impressive to know that we are so close by from Russian border. Ja miten lähellä toi Venäjän raja nyt on tässä? Se on 1,5 kilometriä. Täytyy sanoa, että Ruotsista on suurimmat ihmetykset. Ja sieltä oli silloin, kun se puhuvat tätä NATO-aita tulee ja muuta vastaavaa, niin Ruotsista tuli peruutuksia ja uskaltanut tulla, koska venäläiset tulee. This is one of the places where you can get really close to the bears without interfering with them. You get a first row seat for the nature. Sumir eru ekki að koma í fyrsta sinn. Upplifunin nánast ávanabindandi. Mix of excitation, adrenaline. Do I have the right settings for my pictures? It's just like a kid seeing Santa Claus, let's say, something like that. Se on karu. Og eftir 3 klukkustunda bið sjást þeir loksins. Bjarnar móðir kallar á húna sína. Hún fann ferð á mat. Langþráður kvöldverður eða til vill, undir gliti dansandi norðurljósa. Og þá færum við okkur yfir í Borgarleikhúsi þar sem unglingar hafa tekið yfir í kvöld. Skrekkur hæfileikakeppni grunnskólanema það bil að hefjast. Já, Haukur Hólm, hvernig spennustigið á meðal ykkar unglingarna? Við krakkarnir, við unglingarnir hérna, við erum eiginlega að springa úr spenningi. Það stutt í að keppni fari af stað. Ef við byrjum aðeins, þetta 37. sinn. Þetta eru fleiri hundru krakkar. Þetta eru 742 krakkar. Hvernig gengur að hafa stjórn á þessari hjörn? Veistu að þau eru eins og englar. Það bara þannig. Þau eru frábært. Við erum með 2 keppendur hjá okkur. Þú ert frá Hagaskóla. Hvað ætlið þið að fjalla? Atriði okkar fjallar áhrif nútíma áróðurs á unglinga og ungmenni og bara hvað getum verið ótrúlega auðtrúað þegar kemur að dreifingu til dæmis falsfrétta og andra villrandi upplýsinga og til dæmis samfélagsmiðlum. Breiðholtsskóli, hvað gerir þið? Atriði okkar bara krakka sem að festast inn í tölvuleik og eru að reyna að komast út. Mikil vinna að vantala á bakvið þetta? Já, það mikil vinna. Sama við ykkur, býstu við? Já, klárlega. En þið eru svona í þessari keppni og sér maður að þessir unglingar sem taka þátt að þið eru að fjalla mál sem í fréttum, sem í gangi, sem í umræðu. Já, þetta allt bara málefni sem eru okkur ótrúlega mikilvæg og okkur finnst bara mikilvægt að bara unglingar fái líka að fjalla þessu efni. Það reyna að breyta heiminum, breyta samfélaginu? Já. Gera það betra? Já. Það eins og ég segi, það mikill metnaður í mörgum þessum atriðum. Þetta bara rosalega metnaður og þetta bara
Þetta algjör veisla og þau eru búin að leggja svo mikla vinnu í þessi atriði að það er bara allir að horfa á skrekk. Og þið lofið því að þetta verði alveg geggjað í kvöld eða? Já, klárlega. Já, stórkostlegt. Og við höfum enga ástæðu til að efast það, en það er rétt að minna á að úrslitakvöldið síðan 10. nóvember og það verður í beinni útsendingu á RÚV. Verða ekki við þetta Haukur á því í Bakkaleikhúsinu. Og þá að veðri. Norðan gola eða kaldi á morgun með smá súld fyrir norðan en bjart með köflum og þurrt að mestu sunnan heiða. Útlitið fyrir fremur tilbreytingarlítið veður þessa vikuna. Austan og norðaustanátt verður ríkjandi og heilt yfir verður lítil úrkoma á landinu. Við förum að vanda nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Stjórnarmaður í KSÍ segir fækkun áhorfenda ekki bundna við bestu deild kvenna. Það sama sé að gerast í bestu deild karla. Mikilvægt sé að leikir í deildunum séu aðlaðandi viðburðir fyrir áhorfendur. 22 ára gamalt brautarmet kvenna féll í New York maraþoninu í gærkvöld. Og hjá körlunum í sama hlaupi varð úr spennandi endasprettur. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar fjársvikamál þar sem grunur leikur á að 5 menn hafi nýtt sér veikleika hjá reiknistofu bankana til að stela 400 milljónum króna úr bönkum. Miðflokkurinn bætir við sig nærri 5% stigum og 3 þingmönnum samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Stjórnarandstaðan segir húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar ekki leysa bráðavanda á markaði. Lögregla og her Tansaníu eru sökuð að hafa barið niður mótmæli með harðri hendi og drepið 100 mótmælenda. Þeir telja brögð hafi verið í tafli í kosningum á dögunum. Foreldrar langveikra barna enda oft utan vinnumarkaðar og verða jafnvel öryrkjar vegna örmögnunar samkvæmt rannsókn sálfræðings sem sjálf hefur verið í þessum sporum. Metfjöldi hefur kosið utan kjörfundar í borgarstjórnarkosningum í New York. Hinn 34 ára gamli Zohran Mamdani leiðir enn samkvæmt könnunum. Þá er þetta upptalið hjá okkur að sinni og komið að íþróttum, veðri, kastljósi og silfri. Við verðum hér aftur á sama tíma annað kvöld. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti og kryfja með þeim atburði liðinnar stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Norðurstjarnan. Gráglettin finnsk glæpaþáttaröð rannsóknarlögreglukonu sem rannsakar glæpi í stærsta lögregluumdæmi heims, Lapplandi.